Komið þið sæl og velkomin í landsbyggðir. Þátturinn að þessu sinni tekinn upp í ráðuneyti samgöngu- og sveitarstjórnarmála. Sigurður Ingi Jóhannsson, ráðherra, velkomin. Já, takk. Í kjölfar COVID-veirunnar hefur ríkisstjórnin ákveðið að setja það bil 6 milljarða aukalega í samgöngubætur. Já, af þessum 15 milljörðum sem við erum að leggja til, þá eru eitthvað rúmir 6 sem að fara í samgöngur. Síðan þingið með þetta til umfjöllunar og klárast nú hérna vantarlega í dagamándeginum og mér sýnist að það sé svona verið að leggja til aðeins til viðbótar sem eru auðvitað ágætt. Þannig að upphæðin hún kemur til með að hækka. Já, það verða fleiri verkefni sem við getum farið í. En þegar ráðist og ákveðið að fara í þessar allar framkvæmdir, það vegna þess að aðdragandinn hann getur verið tiltölulega skammur? Já, það í raun og veru þannig að við erum núna að horfa á það hvað við getum gert á árinu 2020. Við vorum með metnaðarfull áform sem eru í fjárlögum og eru það verkefni sem eru þá bara í gangi og sum þeirra var hægt að setja meiri fjármagni og klára á þessu ári í samgöngum. Önnur voru kannski þess efnis að við værum að fara af stað þá með að klára hönnun og skipulag, en þau verið þá undirbúin undir útboð lok ársins. Það auðvitað líka vinna, það ekki bara gröfur og vörubílar, það auðvitað líka vinna á verkfræðistofum og í hönnun. Og svo vorum við ríkisstjórnin að horfa á svona svið í heild sinni, svona stafræna Ísland, rannsóknir, nýsköpun og alls konar hlutir viðhald á byggingum. Allt í þeim tilgangi að hvar eru verkefni þar sem að kalla á fólk, mannafla, fólk sem að missi vinnuna geti þá fengið vinnu við þessi nýju verkefni, líka að þau séu arðsöm og það eru samgönguverkefni sannarlega og að þau séu klár, og þá komum við að því sem kannski með samgönguverkefnin að við eigum kannski heilu hillumetrana af verkefnum. Samgönguáætlun sú áætlun sem hefur svona lengsta sögu hjá ríkinu og það mikið til og það svolítið beðið bara eftir fjármagni hvenær þau eru forgangsraðað inn í framkvæmdirnar. En hvenær sér þú þá fyrir þér að verktakar að þeir fylli vélarnar af eldsneyti og hjólið farið að snúast? Já, að því núna gefnu að þetta klárast hér í dag með þessari sérstöku þingsályktun og hugsanlega í framhaldinu jafnvel samgönguáætlun. En þá þingið búin að blessa það sem að þeir þurfa að gera. Við höfum þegar átt fundi hérna með Vegagerðinni og Vegagerðin klár. Nú síðan þetta baráttan við heilbrigðisvana, það að segja samkomubannið sem kannski takmarkar meira heldur en ella hvað hægt að gera í samfélaginu. En ég sé eitthvað fyrir mér að það verði verkefni sem að hreinlega annars vegar fá þó ekki fjármagn og klárist á árinu, eða þá verkefni sem að verða bara boðin út á næstu vikum, dögum og komist þá til framkvæmda í sumar og haust, en voru kannski á næsta ári eða eftir 2 ári eða 5 ár. En þegar að þið eru svona að stilla þessu öllu saman upp, hvernig eru ákvarðanir teknar einstaka mál? Það sem sagt vega áætlunin sem í gildi, eða þeir að taka svona á köflum pólitískar ákvarðanir og taka einstaka vegaspotta eða brýr fram fyrir samgönguáætlun? Ég myndi segja að við erum fyrst og fremst að horfa á hvaða verkefni eru einfaldlega hvað var hægt að fara í. Af því við vorum með metnaðarfull áform. Þannig hvaða verkefni var hægt að bæta í árinu 20 sem að raunverulega köllið á fólk og raunverulega framkvæmdir í ár. Það eru margir að velta fyrir sér alls konar hlutum, en það yfirleitt svona einhver bjartsýn og það verður ekkert gert á þessu ári. Þannig að það var svona númer 1, 2 og 3. Augljóslega með pólitískum augum þar að segja við höfum viljað að setja til dæmis tengivega átak. Við höfum viljað að fara hraðar í einbreiðar brýr. Við höfum núna vegna þess að mjög margir hafa haft sent inn athugasemdir inn í flugstefnuna og samgönguáætlunina flug og flugvelli, að þá komið áhersla að við þurfum að gera betur þar. Það ekki lengur hægt að fresta því. Þannig að ef þau verkefni voru klár, sem þau voru, þá voru þau kannski tekin frekar heldur en einhver önnur. En þegar maður horfir á þessi verkefni, svona það sem maður hefur séð minnsta kosti, hafnamálin taka ansi drjúgt til sín?
Já, það eru nokkur verkefni sem eru orðið mjög aðkallandi í hafnamálunum sem að lúta að öryggi. Það reyndar þá kaup á dráttarbátum og til að tryggja öryggi. Það vantaði ekki miklu fjárhæðir upp á það. En við höfum líka séð vaxandi þörf á þeim svæðum þar sem að er fiskeldi. Það er að segja bæði fyrir austan og vestan. Stækkunar þörf á þeim höfnum til þess að geta tekið þátt í að byggja upp þá atvinnugrein. Þorlákshöfn, Sauðárkrókur, þar sem einfallega meiri innflutningur, útflutningur orðinn og krefst þess að fara í frekari framkvæmdir. Þannig að það var mjög gott að geta tekið utan það. En síðan auðvitað líka þá svona öryggisþáttur eins og umferðaröryggi eins og að halda áfram og flýta aðskilnaði akstursstefna hér inn út úr höfuðborgarsvæðinu á þeim vegaköflum sem að það er búið að vera hin pólitíska áhersla okkar í samgöngumálum. En hérna gátum við þá gert betur með því að ýta frekar undir það. En hvaða mál eru stærst þá ef við tökum samgöngumálin, vegamál? Já, stærstu verkefnin eru kannski nú þegar í gangi og voru í gangi. Það sem við erum fyrst og fremst að bæta við einmitt þetta. Það verður farið í sérstakt tengivega átak sem að myndi þá vonandi fylgja eftir í næstu 3 ára áætlun. Þar sem við erum að fara með verulega umfram meira fé í þá vegi. Við erum að fara að fækka einbreiðum brúm umtalsvert sem að mun skipta miklu máli líka upp á umferðaröryggi, aðskilja akstursstefnur. Við erum að fara í þessi hafnamál sem við nefndum og síðan erum við að taka mjög myndarlega á í fluginu. Bæði varðar Akureyrarflugvöll, flugstöð, undirbúningin á Egilsstöðum, á að leggja slitlag á brautina en ekki síður nýja akbraut og síðan þetta viðhald á minni völlunum sem að skipti máli, sem að hefur lengi beðið en núna tækifæri til að fara í. Þú stofnaðir einmitt starfshóp og tilkynntir það í þessum þætti Landsbyggðum að starfshópurinn hann ætti að skila þér tillögum framtíðar uppbyggingu á Akureyrarflugvelli og í dag var þessum skýrslum skilað. Þarna gert ráð fyrir nýrri flugstöð. Já, það var þegar við lögðum af stað í desember að þá vorum við að velta fyrir okkur hvort við gætum lagfært núverandi aðstöðu til að takast á við þá vonandi þá vaxandi eftirspurn og þörf eftir meira plássi og betri aðstöðu. Í vinnunni sem átti að ljúka mitt fyrir lok mars og er þar alveg ljúk í dag að þá kemur það í ljós að það er önugt að gera það væri hugsanlega hægt. En það er betra að fara einfaldlega að stækka og endurskipuleggja það sem er fyrir og það er það sem við erum að leggja til og núna þá við vorum með ákveðna fjármuni sem við gátum hugsanlega farið með í þetta en núna sjáum við fram á að geta gert þetta með skýrari hætti út af þessu fjárfestingar átaki sem er þá gleðilegt að flugstöð á Akureyri verður þá stækkuð, endurbyggð og mun geta tekist á við það að halda áfram að byggja undir það að opna nýjar gáttir inn í landið. Lengingin var fyrsta skrefið, ILS-búnaðurinn sem við fórum í gegnum í fyrra og hittifyrra og klárast á þessu ári. Hann er þá númer 2 og síðan kemur þá flugstöði núna númer 3 og síðan flughlaðið til þess að geta haft meira pláss á svæðinu fyrir flugvélar. En þú sem samgönguráðherra, þér er nú vel kunnugt þann þrýsting og þú hefur orðið heldur betur var við það þrýsting frá heimamönnum og Norðurlandinu öllu að fjölga þessum gáttum inn í landið og þá að byggja upp á Akureyri. Já, og það er klárlega þannig að þegar menn vinna mjög vel sín heimavinnu að þá verður þrýstingurinn skýrari og markmiðin kannski einfaldari og þá er auðveldara að koma til móts við þau. En á sama tíma erum við auðvitað líka að tryggja það að Egilsstaðavöllur sé þessi varaflugvöllur sem að flugið hefur svolítið kallað eftir. Þannig að koma upp einhverjar aðstæður og við þurfum að taka 20 vélar niður að það verði gert á sama tíma. Þannig að ég held að við séum þarna á sama tíma að bæta flugöryggi umtalsvert til langs tíma. En líka að setja mjög stóran
svona stóran hornstein í þessa uppbyggingu á að opna fleiri gáttir inn í landið. Enn og aftur verður það hins vegar verkefni heimamanna að sinna markaðssetningunni og vera tilbúin í aðra innviði. Flugstöð er eitt. Þessi tillaga starfshópsins, þannig að skýrslan liggur þá á þínu borði. Hver verða þá næstu skref ef að flugstöð kostar það bil milljarð? Hver verða næstu skref í þessu öllu saman? Ja, við erum þá að fara af stað núna í ár að klára þá hönnun og skipulag og færslu á olíutöngum og svona undirbúning á þessu flughlaði og þá fjármuni sem við þá fáum þarna inn til að gera það sem hægt er að gera, það sem er undirbúið. En leið að leggja þá grunninn að byggingunni sjálfri og þeim framkvæmdum sem þá gætu farið af stað, vonandi hægt að bjóða út á þessu ári og lagt af stað og síðan í fjárfestingarátaki ríkisins næstu 3 ára þá þarf að ljúka fjármagninu og verkefninu þar. Þannig að hjólið fara að snúast? Já, ég er sannfærður að við séum bara komin á fínan stað með þetta verkefni. Er búið að reikna út hversu mörg þá ársverk þetta allt saman kallar eftir? Þetta er hluti af þessum COVID-viðbrögðum í raun og veru eða hvað? Já, við höfum reynt að meta hvert og eitt verkefni og þau eru þetta svolítið misjöfn og þá yfir tíma og en einmitt reynt að velja verkefni þar sem að kallast á svolítið fjölbreyttari störf en líka þá fleiri störf, bara fleiri hendur í því skyni að koma sér flestu fólki til vinnu. Í fyrra, ef ég man rétt, þá ég sendi IKEA inn erindi og bauðst til þess að byggja nýja flugstöð og leigja svo þá aftur ríkinu. Var þetta ekki upp á borðinu eða hefði þurft að bjóða þetta út jafnvel ef að þessi leið hefði verið farin? Það var nú skoðað nokkuð skoðað þessi leið. Gallinn við hana var einfaldlega sá að í henni fólst fyrst og fremst að verða að lána ríkinu fé og ríkið getur fengið miklu ódýrara fé að lána hjá sjálfu sér heldur en hjá einhverjum öðrum aðila. En býtum nú við, Sigurður, ríkisstjórnin er núna að setja einhvers staðar 500–600 milljónir ef ég man rétt í Akureyrar og Egilsstaðaflugvöll. En þarna erum við að tala flugstöð sem kostar milljarð. Hvar afgangurinn? Já, hún verði þá að koma í fjárfestingarátakinu sem við erum þá að undirbúa fyrir 21, 22 og þannig er reyndar með þó nokkur af þeim verkefnum sem við erum að leggja af stað í ár að þau munu annars verða lokið í samgöngunum 21 mjög mörg eða 22. Þannig að þessir rúmir 6 milljarðar sem þarna eru í dag þeir munu kalla á þó nokkra aðra milljarða á næstu 2–3 árum. Ef við horfum aðeins til framtíðar að þetta ákall að fjölga gáttum að þetta hlýtur að teljast vera þó nokkuð mikið veigamikið skref að með stærri flugstöð þá er þetta að taka á móti millilandaflugi og innanlandsflugi á sama tíma. Já, það var einmitt forsendunar sem þarna voru settar upp að aðstæðan þurfa að geta gert hvoru tveggja og síðan sjá menn fyrir sér að ef þetta gangi nú vel inn í framtíðina að þá sé líka gert ráð fyrir að það sé hægt að fara í einhverja seinni áfanga en frekari stækkun. En þessi áfangi verði mjög góður fyrir það að taka á móti vél sem væri þá kannski með 200–220 manns en á sama tíma með 70 manna innanlandsvél á vellinum á sama tíma og að vélarnar gætu tekið þannig sinn snúning, losað og farið af stað aftur innan klukkutíma eða 45 mínútna. En það hefst ekki... Sem væri þá í þeim tilgangi að reyna að hafa þjónustu vallarins á eins háu stigi og hægt væri. En gott og vel, ný flugstöð, nýtt flughlað og svo framvegis, það þýðir ekki það að það bara hefjist bara beint millilandaflug sjálfkrafa? Nei, og það var einmitt það sem ég segi, það er flugstöður eitt, það flýgur enginn á milli staða til þess að skoða flugstöðar. Náttúran er auðvitað aðdráttaraflið og þeir innviðir sem þar eru og þar þurfa heimamenn að halda áfram að vera duglegir í markaðssetningunni. Við vitum náttúrulega við þær aðstæður sem eru núna, þar sem allt er lokað,
að þar hefur verið talað að ríkisstjórnin muni setja alltaf 1,5 milljarð í markaðsherferð erlendis, svona ímyndarherferð. Hún myndi þá ekki bara nýtast ferðaþjónustunni, hún gæti líka nýst sjávarútveginum og landbúnaðinum og menningunni, öllum þeim sem að því að við erum yfirleitt að selja sömu söguna. Við erum að selja söguna um hreinu náttúruna, hreina loftið, hreina vatnið og fjölbreytileikann sem að við hér upp á að bjóða, þessi hreinu góðu matvæli. Þannig að það hugmyndin að ríki fari af stað og verði tilbúið þegar að heimurinn verði tilbúinn fyrir að ferðast það upp á nýtt. En þessi skýrsla uppbyggingu á Akureyrarflugvelli, hún lá á borðinu þínu í morgun, en þú ert væntanlega búin að heyra í heimamönnum og veist hvað snýr upp og niður í þessu viðbrögð heimamanna við þessari skýrslu þegar hún verður síðan kynnt með formlegum hætti. Já, auðvitað er náttúrulega fylgst með vinnunni við skýrslugerðina og eins þá viðbrögðum heimamanna við þessum tillögum sem að birtist hjá ríkisstjórninni í fjárfestingarátakinu. Og auðvitað eru þau jákvæð og gleðileg og það er þakkarvert og ég held að við munum öll bara taka höndum saman í að síðan að breyta þessum framkvæmdum og þeim hugmyndum sem þar eru í það sem að skipti máli. Það er að fá fólk að fljúga til Norðurlandsins og að ferðast út frá Akureyri og sjá þá fyrir sér að fleiri staðir á Íslandi geti nýtt sér ferðaþjónustuna sem svona tekju og atvinnusköpun eins og við sjáum hérna á Suðvesturhorninu. Lokalblaðið fyrir norðan var með viðtal við einhvern var að leita viðbragða og hann sagði að það hefði hlýnað nokkra gráður á Akureyri við að fá þessar fréttir. Já, það veitir svo sem ekki af eftir þennan vandræðavetur, ekki síst á norðaustur og vestfjörðum. Bara sé bara hvernig fólkinu líður þegar það er búið að vera að moka snjó núna í meira en 3 mánuði, 3,5 mánuði og þannig að það var ágætt að það hlýnaði svolítið. Tölum svolítið næst stöðu sveitarfélagana, málefni sveitarfélaga heyra undir þig. Í þessu ástandi sem við erum í núna að sveitarfélögin þau eru mjög misvel undirbúin undir það að ráðast í einhverjar aðgerðir, flýta framkvæmdum, fella niður eða seinka fasteignaskatti og svo framvegis. Já, það er auðvitað nokkuð ljóst að fjölbreytileikinn er mjög mikill. Við vitum það eru tæplega 70 sveitarfélög í landinu og geta þeirra til þess að takast á við svona hluti er þar af leiðandi mjög mismunandi. Það sem hefur kannski verið þegar komið í ljós er að viðbragðsgetan, hraðinn hefur líka auðvitað verið seinna því að þetta eru þá tæplega 70 sjálfstæðar sveitarstjórnir sem þurfa að taka sínar ákvarðanir. Og eftir því hefur verið svolítið kallað í samfélaginu hvað ætla sveitarfélögin að gera og þau eru auðvitað ekki einhver einn aðili. Þannig að ég hugsa að mjög margir upplifi það að geta þeirra til að takast á við svona atburði sé lítil. Þeir eru með litla stjórnsýslu, lítil mannskap til þess að takast á við að spýta í lófana, yfirleitt til að mynda ef við förum að því vorum að tala fjárfestingar, að þá í allflestum af minni sveitarfélögunum öll þessi vinna keypt að. Þannig að þú getur ekki sett hann í gang sjálfur og hún keypt að einmitt úr stærri samfélögunum, úr stærri sveitarfélögum og þetta fólk býr þar af leiðandi ekki í þínu sveitarfélagi og það er nú akkúrat það sem ég hef til dæmis verið að tala að með öflugari sveitarfélögum væri geta sveitarfélagana til að takast á við óvænta hluti eins og þessa betri. Hvar er ástandið einna alvarlegast? Er það þá Suðurnesin eða hvað? Já, það er auðvitað langmesta sveiflan þar. Þar er til þess að gera þrátt fyrir margt fólk sem býr þar og gríðarlega mannfjölgun á síðustu árum sem hefur þetta tengst ferðaþjónustunni, að þá er atvinnulífið full einhæft. Það er sem sagt ferðaþjónustan hún er svo gríðarlega stór þáttur
ekkert ósvipað kannski eins og herinn var hérna fyrir á þeim tíma sem hann var og hafði þar af leiðandi mikil áhrif þegar hann fór og við erum búin að sjá svona sveiflur í samfélaginu. Á sama tíma eru heimamenn alveg uppfullir og hafa unnið mjög vel af því að einmitt að efla samfélagið, auka menntun og fjölbreytileika og styrkja innviðina þar. Það tekur bara tíma og síðan óx náttúrulega ferðaþjónustan gríðarlega á síðustu árum. Leifsstöð sem kallar á 1000 mann fyrir hverja milljón ferðamenn. Þannig að vöxtur úr 2 milljónum upp í tæplega 10 2018 kallaði á gríðarlegan mannfjölda. Nú enginn á vellinum og það af leiðandi hérna atvinnuleysi eða hluta atvinnuleysi í stíl við það. Við vitum hins vegar á sama hátt að ferðaþjónustan verður öflug aftur og við verðum með kröftuga viðspyrnu og þá kemur aftur þessi kraftur inn í Suðurnesin. En við verðum bæði að horfa til lengri tíma, búa til fjölbreyttara umhverfi á Suðurnesjum, það sem orðin svona mikill svona massi af fólki. En við verðum líka að grípa til einhver aðgerða núna og hluti af þessum fjárfestingum sem meðal annars var verið að fjalla í þinginu og ríkisstjórnin, það að efla Isavia sem eru með uppbyggingar áform umtalsverð. Þannig að þar gætu komið til framkvæmdir og það eru aðrar hugmyndir sem að lúta að fjölbreyttari störfum á Suðurnesjunum líka sem geta verið af stærðargráðunni 8-9 milljarðar. En svo eru líka til sveitarfélög sem að eru mjög vel í stakk búin til þess að ráðast í einhverjar flýtiframkvæmdir. Já, og sem betur fer eru mörg hver þar held ég tilbúin til þess. Og svo sjáum við sveitarfélög sem lifa algjörlega á ferðaþjónustu en kannski standa þokkalega, jafnvel dreifbýlissamfélög sem að hafa eðlilega áhyggjur af fyrirtækjunum sínum og hérna sem að hafa byggt upp mikla hótelaðstöð, borgumtalsverð fasteignagjöld og það er svona margt sem að sveitarfélögin geta gert. Eitt af því sem að sveitarfélögin eða sambandið fyrir hönd sveitarfélagana hefur verið að leggja áherslu á er svona atvinnusköpun í sumar. Það sem að væri kannski svona alltaf 1000 mann sem að geti tengst því. Þar verið að horfa á störf meira fyrir konur, meira fyrir íbúa okkar af erlendum uppruna, einfaldlega vegna þess að það sá hópur sem að missa vinna í stærra mæli í ferðaþjónustunni. Það hefur verið, það er margt jákvætt. Það hefur verið talað og það í farvatninu að sameina sveitarfélög verulega á komandi tímabili. Hvar stendur það mál þá núna í miðju COVID-fárinu? Er þitt frumvarp það að daga uppi, frestast það eða hvernig staðan? Nei, frumvarpið allavega komið frá ríkisstjórn og liggur þá hjá þingflokkum stjórnarflokkana. Ég tel að aðstæðurnar séu raun og veru uppi að COVID sýni fram á að sveitarfélögin þurfi að vera eflugri og að þar af leiðandi sé eftirspurn eftir þessu frumvarpi að klára það og gæti hugsanlega klárast í vor þess vegna. Það verður að koma í ljós hvar hinn pólitíski vilji á þinginu verður fyrir því. Það nokkuð augljóst að það eru mjög margir sem hafa verið í viðræðum og búið að hefja viðræður. Margir hafa áhuga á því einmitt að verða öflugra samfélag í því skyni að geta tekist á við svona verkefni en líka bara að takast á við það sem við höfum horft upp á, þessa óheppilegu byggðaþróun, það sem allt endar hérna á suðvesturhorninu. Auðvitað mun einhver af þeim viðræðum svona dragast á langinn vegna samkomubannsins og þeirra hluta en þau mun halda áfram. Ég er algjörlega sannfærður það og ég held að þessar aðstæður sem uppi eru munu líka kalla á að það verði fleiri sem vilja fara í slíkar viðræður til þess að verða sterkari að takast á við svona hluti. Hins vegar megum ekki gleyma því að þegar menn verða hræddir og loka sig svolítið af að þá geta menn svolítið farið inn í kúluna sína, inn í búbluna og talið sér nokkuð örugga þar en við höfum nú séð þetta nú þegar gerast á tveimur annars vegar sveitarfélagi og landshluta sem þetta getur allt í einu blossað upp og þá skiptir mjög miklu máli að allt sé fyrir hendi, allir innviðir og séu nokkuð sterkir. En þetta farið og samþykkt í ríkisstjórninni? Já, þetta ferlið þá þannig
að hlutir fara til þingflokka, stjórnarflokkana sem hérna eiginlega raun og veru samþykkja að máli fari inn í þingið. En ríkisstjórnin hefur verið samstiga í þessu verkefni. Sigurður, í þessi tímar núna sem við erum að upplifa svona þegar þú mætir hérna til starfa á skrifstofuna, þú í raun og veru hefur varla hugmynd hvernig daginn kemur til með að þróast? Nei, það svolítið svoleiðis. Þetta eru, eins og einhverjir hafa margoft sagt, fordæmalausi tímar. Þeir eru það sannarlega. Verkefnin eru meira þannig að þú þarft í raun og veru á hverjum tíma að átta þig á því hvað skynsamlegast, hvað mest aðkallandi, en auðvitað ertu líka með einhver verkefni sem þú ert að vinna að til skemmri og lengri tíma. Hvernig finnst þér þessi svokölluðu innviði, hvernig eru þeir að fúnkera í svona ástandi? Ja, ég hef haft orð á því að við erum náttúrulega búin að vera að leika okkur að því núna undanfarin ára að vera að tala niður alls konar kerfi, heilbrigðiskerfið og aðra innviði. Nú kemur bara í ljós að í alþjóðlegum samanburði sem við reyndar vissum, við bara vildum ekki trúa því, að þeir standa býsna vel. Og mér finnst þeir hafa staðið ótrúlega vel. Ég veit að það er álag mjög víða hjá fólkinu sem vinnur í framlínunni á mörgum af þessum stöðum. En kerfin að virka. Ég veit að álagið í mörgum öðrum löndum ekki minna. Og þar jafnvel hlutir frekar að bresta heldur en hér sem segir okkur að kerfin eru góð. Þar sem að, og þá ég að horfa hérna heilbrigðiskerfið, ég horfa á menntakerfið, þar sem til dæmis við horfum á velferðarkerfið, þar sem að vakti aðeins athygli okkar að félags- og barnamálaráðherra setti hér í samstarfi við okkur hérna í sveitarstjórnarráðuneytinu og með Samband íslenskra sveitarfélaga og svona viðbragðsteymi og fekk almannavarnir þar inn vegna þess að þegar að verður svona breyting á skóla og leikskólastarfinu og íþróttastarfinu þá allt í einu fækkaði gríðarlega tilkynningum til barnaverndar. Og því miður það ekki vegna þess að aldrei gerist neitt núna. Það akkúrat til gagnstæða, það bara vantar orðið farveginn. Og þá sáum við á sama tíma aukningu hjá Rauða krossinum, hjálparlínunni 1717 og við ákváðum að fara inn og styrkja hana til þess að ef það væri farvegur sem börn og ungmenni vissu af. Og þetta segir mér að kerfin virka. Að þegar eitthvað fer að bjáta á, þá einhver sem vaknar og segir, þá erum við að gera þetta svona. Og þetta fannst mér vera traustvekjandi og ég vona sannarlega að við getum tekist á við þetta. Við höfum séð það í öðrum löndum að það hafa óheppilegi hlutir gerst. Heimilisofbeldi hefur aukist og því miður það ekki ástæðan fyrir að þessum tilkynningum til barnaverndarnefndanna hefur fækkað, að tilfellunum hefur fækkað. Sigurður Ingi Jóhannsson, ráðherra samgöngumála og sveitarstjórnar, þakka þér fyrir og þú ert rétt að verða of seinn á ríkisstjórnarfund. Já, takk fyrir.